Svona. Var búið að klappa. Getum við klappað? Já, gott. Ég heiti sem sagt Páll Sigurðsson, eins og rækilega kom fram, og ég vinn sem svona eftirlitsnörd, þannig að ég smíða og reka alls konar eftirlitslausnir. Og meðal annars eitt tól sem heitir Adagios, og úr því hefur sprottið svona lítið hobbyverkefni sem er í formi vefsíðu sem svona gengur óformlega undir nafninu Íslandsvakt. Fyrirlestur minn það, einhver sagði að mætti ekki tala um vörur, en hérna ég er samt bara að tala um Íslandsvaktina, þannig að það eru einhverjir þetta sem að vita hverjir hafa séð Íslandsvaktina? Ok, kannski svona 1/3, og komið samt að kynninguna, ég er mjög ánægður með það. Bara þannig að það sé alveg að hreinu að þetta er ekki þessi tegund af vöktun. Það er ólíkt NSA, þá er ég ægilega hamingjusamur ef Edward Snowden myndi segja öllum frá Íslandsvaktinni. Þannig að ef einhver átti von á þessu, þá er núna rétti tíminn til að fara. Það er Sertís að tala niðri, ég held að það svona hiti beint í mark þar. Við erum meira svona eins og þetta, eða kannski þetta hérna, það er að segja, við erum með eina síðu og við erum að reyna að mappa í svona ofur einfaldan hérna rautt, gult, grænt, hvernig líður Íslandi. Síðan erum við stundum svona líka í svona sýrinu hlutverki. Það er mögulega svona eins og ég myndi vilja sjá almannavarnir vera, en þeir eru alls ekki. Hvað er vaktað? Ekki að fela þessa mús hérna. Í stuttumáli er vaktað allt sem að okkur finnst vera mikilvægt fyrir Íslands samfélag. Stundum getur verið mjög órætt hvernig eitt stykki í Íslandi líður, hvort að staðan af því sé góð eða ekki góð, og margt getur verið mjög erfitt að mæla. Við grípum samt í hlutuna sem við getum mælt. Sem dæmi þá fylgjumst við með flugumferð yfir Íslandi. Og við tökum þá ákvörðun einhliða að ef það er engar flugvélar í Íslandi, sem að gerist nú frekar sjaldan, þá hlýtur eitthvað ægilega stórt að vera að. Það geti verið eldgos eða eitthvað slíkt. Og þá tökum við það ákvörðun að við segjum, ok, það gæti verið eitthvað minni háttar vandamál yfir Íslandi. Sama gildir með bílaumferð. Þegar við séum kannski vegagerðinni með svona mæla hér og þar á götunum, bæði innan borgarinnar og fyrir utan, og þar sem þeir gera meðal annars, þeir eru að telja hvað fara margir bílar yfir, þannig að þetta er hægt að sækja yfir interneti, við getum séð hvað eru margir bílar búin að fara niður Hellisheiðina síðustu 10 mínútur, og við sækjum þá og við metum aftur sem svo að hérna, ef einhverjum ástæðum engin bílar eru að keyra, þá hlýtur eitthvað að vera að. Við fylgjumst líka með mengun í ýmsu formi. Það er hérna svifryk. Hverjir hafa heyrt svifryk í fréttunum? Og það gerist alltaf með sama formi. Maður heyrir í kvöldfréttunum hérna, svifryksringun, hérna, eitthvað Miklubraut og Kringlumýrarbraut var langt yfir hættumörkum á hádeginu í dag. Og já, takk. Það hefur verið frábært að vita það í hádeginu í dag þegar ég var að keyra þær í gegn. Það er kannski svona fyrsti mómenturinn sem við settum í gang. Fylgjast með svifryk. Það getur að lörsta hérna, passa þig, ekki keyra yfir Miklubrautuna núna, það er stórhættulegt. Síðan hefur dottið inn út frá þessu alls konar hugmyndir sem að koma bara alls staðar að og frá. Og tveir hafa hérna komið hugmyndina að geta einhvern veginn fylgst með hérna kosningaloforðum stjórnarflokkana og hérna alerta ef einhverju er hérna að fara gegn sinni stefnu eitthvað. Við erum ekki því, enda mjög erfitt að mæla. Einhver treystir sér til að mæla það fínt, en hérna það er ekki við allavega. Vil ekki bara sjá? Hver vil sjá? Já, einhver vil ekki sjá. Já, nei, ok, já. Sko. Ok. Við höfum hérna eitthvað sem heitir Iceland.adagios.org. Já, getur ekki bara skelltur hérna í fullscreen eitthvað. Svona. Er einhver sem sér ekki á þetta? Ok.
Ekki stórt þegar maður horfir þetta hér, einföld forsíða, þið sjáum við efstu uppi, segir hún bara overall health status yfir Íslandi grænt, sem að kemur kannski ekki óvart, það er svona oftast hann grænt, þá líður hann vel hérna yfirleitt. Síðan höfum við brotið hérna niður í nokkra undirflokka. Við sjáum til dæmis, akkurat núna segir hún hérna environment og natural disasters, minor problems. Og við smellum á það. Þá sjáum við hvað við erum að fylgjast með sem að tengist allri náttúruvá. Við sjáum til dæmis að geislavirkni yfir Íslandi eðlileg. Volcano status. Ég held að þetta sé svona að frægasta kannski, hann normal. Ég veit að nú er ábyggilega einhverju veðurfræðingar sem að debeita og segja ef eldfjall að gjósa, þá er það ekki normal. En hérna, við ákvæðum samt sem svo að það sé hérna hættulegt. Þið sjáu á línurritinu hérna fyrir neðan, þá sýnir hvað hafa verið margir jarðskjálftar á Íslandi undanfarna klukkutíman. Og það hafa verið nokkri litlir í dag, en engir akkurat núna. Og það sem við gerum er að við sækjum tölur frá Veðurstofunni fjölda skjálfta, hvort eru litlir eða stórir, og með því fylgir líka svona ákveðin nákvæmni. Þegar stundum getur við að koma fyrir einhver labba bara alveg upp á jarðskjálftamælur og hóstar á hann og þá kemur alltaf fullt af skjálfta og við viljum ekki flagga því. Þannig að við pörum það saman við annað test, þar sem fylgist mér á Twitter, hvað eru margir að tala jarðskjálfta. Og ef þú sér það allt í einu ægilega stóra skjálfta og nákvæmlega sama tíma kemur á Twitter funduð þið skjálftan? Þá ákveðum, ok, það er svona, við erum nokkuð vissum að það sé jarðskjálfti og við ætlum að flagga því upp. Við fylgjumst líka með stormviðvörun og þið sjáum akkurat núna þá er snjóflóðaviðvörun í gangi frá Veðurstofunni. Örugglega búin að vera alla vikuna, það er verst fyrir, sennilega. Síðan getum við kafað ofan í smá, við fylgjumst til þess með geislavirkni. Undir eðlilegu mörkum. Ögn hærri í Bolungarvík, það er skulum ekki vera þar. Hvað erum við meira hérna? Healthcare. Við sjáum akkurat núna eru 20 einstaklingar á bráðamóttökunni. Búin að vera svona svipaði fjöldi í allan dag. Við ákveðum sér svo að ef á einhverju tímamóti það eru meira en 50 manns í einu að bíða á bráðamóttökunni, þá hljóti eitthvað stórt að hafa gerst og þar af leiðandi sé vandamál á Íslandi. Þannig að það er dæmi eitthvað sem getur sett Íslandi í minni háttar vandamál. Við sjáum að það eru 2 börn búin að fæðast undanfarna klukkutíman. Það er mikið með það. Það var nokkur önnur í nótt, okkur finnst það ekki alveg merkileg. 3 búin að gefa blóð í dag. Það er gaman að segja frá því að við erum líka að fylgjast með hvað eru margar skurðaðgerðir í gangi. Og það kom fyrir svona 1,5 mánuði síðan að litla frænka mín sem er 8 ára, hún fikk botnlangakast og henni var skutlaði aðgerð, svona 10 á kvöldi. Og þá sat ég heima og ég var að fylgjast með þessu línutið sem sagði 0. Svo allt í einu kom 1 og svo svona hálftíma síðan var 8 komið í 0. Það var ægilegt stuð. Opnaði bjór þegar það var búið. Við sjáum líka transportation. Ég var búinn að segja að við fylgjumst með flugumferð, við fylgjumst með bílumferð. Fylgjum líkast með fjölda strætó sem er að ganga og hvort það sé svona í takt við það sem okkur finnst vera eðlilegt.
ég velti stundum fyrir mér þegar maður sér sér 2 línur hlið við hlið, fjöldi bíla í umferð og fjölda strætóa, að maður sér það að þeir glíma báðir við svona morgunumferð þar sem allir fara á stað í einu, en kúrvaðina ekki alveg eins. Og þá setur maður svona spurningamerki, hérna, strætó kannski setja of marga strætó í ganga á morgnana eða kannski ekki. Við fylgjumst líka með bensínverðinu, ekki það að við sem að vakta það eitthvað sérstaklega. Það bara hátt og það hækkar, það bara eðlilegt held ég. Við gætum náttúrulega ekki verið að smíða monitoring tól og ekki verið að fylgjast með internetinu á Íslandi. Og það eru svona nokkrir hlutir sem við grípum í, sem okkur finnst svona þess virði að mæla. Það er að segja hlutir sem okkur finnst skipta máli fyrir allt Ísland. Og eitt af því svona fyrsta hérna verið að servera top-level domaininu, virka DNS. Stærstu þjónustuaðilarnir erum við með sambandi þá, virka tölvupósturinn hjá þeim, virka DNS-inn hjá þeim. Stundum höfum við getað kafað svona aðeins dýpra, virkar útlandasamband hjá þeim. Það er svona típist eitthvað sem okkur langaði að vakta rosalega vel, en getur verið margslungin. Við sækjum líka reglulega frá Modinus, sem er samrænda VF-mælingu. Þau eru með svona top 100 yfir stærstu VF-svæðunum í Íslandi. Við sækjum þann lista og við fylgjumst með vegjunum, hvort þau séu uppi eða niðri. Og við fáum margt úr því, sjáum að það er rautt núna, það sem segir einhver af þessum top 100 er niðri, sem er svona eiginlega bara viðvarandi ástand, eins og þið sjáum kannski á línuritinu hérna. Það er þessum að 97,72% eru uppi. Og meðal svartíminn á íslensku veffjóni virðist vera 0,47 sekúndur. Hverjum finnst það að vera gott? Það er góður svartími. Hverjum finnst það að vera vont? Mörgum finnst það að vera vont. Helmingurinn er hærri, væntanlega, það sem þetta er bara meðaltal. Við höfum líka svona gert okkar besta til þess að safna upplýsingar hverjir eru DNS-þjónar hérna úti sem eru að þjónusta íslensk lén. Og við höfum svona náð þessum stærstu með því að vera sniðugir að spyrja ISNIC, og þá kemur í ljós að það bil 10% af þeim eru niðri, sem að ég veit ekki, mér finnst það lélegt. Það er arfa lélegt. Flestir af þeim eru redundant því það er kannski engin þjónusta niðri. En fólk er með nafnið 1 og nafnið 2 og nafnið 2 er búin að vera niðri kannski í hálft ár. Síðan er ég með svona tiltölulega nýtt. Einhverju kom með hugmynd Palli, getum við ekki vaktað íslenska menningu? Og jú, alveg til í það, hvað vil fólk að mæla? Við hefum samt svona týnt inn nokkur atriði sem er kannski meira svona til gamans. Við sjáum, já, fæ ég hana klapp fyrir þetta. Við sjáum að það er engin happy hour í gangi núna. Og við söfnum línuriti alveg skrambegóð hugmynd sem við kallum Lonely Hearts in Iceland. Og það er svona fjöldi samtímanotenda á íslenskum stefnumótasíðum. Og ég held að við sjáum það virðist ekki vera neitt samræmi á milli Lonely Hearts grafsins og hvað eru margir að spila EVE Online. Þið sjáum kannski á þessum síðum sem ég er að sýna ykkur að þetta er rosalega high level. Við erum bara að sýna status, já, nei, og við erum ekkert rosalega mikið að kafa ofan í, að leyfa fólki að kafa ofan í meiri upplýsingar. Við sjáum til dæmis hvað eru mörg happy hour, við erum ekkert að segja ykkur hverju þau eru, af því að það hefur kannski ekkert mikið vöktulegt gildi, það eru aðrir vefir sem eru miklu betri í því heldur en við. Þannig að við reynum að allavega ensingum að halda okkur við svona það sem við erum góðir í. Síðan í svona einstaka tilfellum þá höfum við farið að vakta svona staka vefi eins og í tilteknum heimasíðun okkar. Þá sýnir nú bara heimasíðan uppi
nafnið í lagi, stakir undir í lagi, hver response-tíman á vefsíðunum, kannski ekki merkilegt hér. En síðan til dæmis vefsæði sem við notum mjög mikið sem heitir APIs og þeir skaffa alveg mikið af gögnum sem við notum. Eini gallinn að þeir eru stundum niðri sem því að síðan okkar affektuð, þannig að við þurfum að þá ráða að vakta síðan þeirra og það lítur svona út. Þá getum við hort á response tíman fyrir staka undir þætti á þeirra síðu og getur verið gagnlegt þegar við erum að troubleshoota vandamál af hverju getum við ekki komist í þessu gögn? Jú, það af því að gagngrindin okkar niðri. Ok, ekki með eitthvað svona. Demo, var þetta sniðugt? Ekki sniðugt? Sniðugt, já, ok. Það sem ég finnst að það ekki gert áður að eins og ég sagði, við höfum verið rosalega high level og höfum kannski ekkert rosalega mikið verið að gefa upp gögnin sem eru bakvið. Við höfum líka verið að sækja alls konar sem við erum ekkert að vakta. Við erum að fylgjast með verðinu á bensíni og við erum að fylgjast með verðinu á brauði í bónus. Þó við veitum kannski ekkert hvað við ætlum að gera við það ennþá. En okkur finnst allavega gaman að hala inn öllum þessum metrikum og við allavega eigum þá. Og það hægt að query þá fyrir þá sem hafa áhuga eða hafa eitthvað sem vilja gera við gögnin. En við getum svona rýnt í smá. Hver ekki orðinn þreyttur á að tala um hvað kom fyrir Vodafone? Ég ekki búið að tala það alveg til dauða. En það var hins vegar eitt að innbrotið í Vodafone, það kom fram í mælunum hjá okkur. Og það tvennt sem við sáum. Það annars vegar að fá response-tíminn á vefnum alveg hræðilega hratt niður. Svo fór hann við vorum út í smá stund og svo kom hann upp og svona tiltölulega hraður. Það eitt og sér kannski ég seti ekkert spurningmerki við það þegar fólk tekur hægvirka vefi og gera allt í einu hraðvirka. En við sáum líka að stærðin á vefnum fór úr því að vera einhver 75 kilobæti og í allt í einu fór hann í 500 bæti eða eitthvað hvað sem tekur mikið pláss að segja haha, það er búið að hakka þig. Þetta eitt og sér kannski ekkert gaman, sérstaklega ekki fyrir þá að við höfum fylgst með fréttunum ótt og títt, en ég var hins vegar voðalega glaður eftir á af því að ef maður ber saman svartíman á heimasíðu þeirra við önnur fjarskiptafélög þá fór Vodafone úr því að vera með hægvirkasta vefinn í að vera með langhraðvirkasta vefinn og ég veit ekki með ykkur en ég elska hraðvirka vefi þannig að ég mér finnst þetta frábært og snillingar sem hafa komið að nýja vefnum. Annað sem við grípum stundum í að fylgjast með geislavirkni. Ég hef til dæmis ekki viljað vera á Höfn í Hornafirði síðasta þriðjudag. Og nú veit ég ekkert hvað gerðist, en almennt virðist vera hærri geislun þar heldur en annars þar. Gott að búa í Kópavogi, greinilega. Við höldum líka að þessum lista, sem hægustu vefsæðin. Við höfum verið svona að tína í, eins og ég segi, top 100, allir sem hafa ratað á það, þá hafa komið í vakt hjá okkur. Og vefsæði sem okkur finnast hafa svona eitthvað smá samfélagslegt gildi. Og staðreyndin svo að þau ekkert öll hröð. Og þetta snapshot sem var tekið þriðjudaginn síðasta. Og sjáum við til dæmis að heimasíða Ski. Hún nú ekki svo hraðvirkasta, ég held að hún sé consistently bara af einna hægustu vefum Íslands. Og það frábært að gera eitthvað í því. Yfirleitt ég meira spenntur fyrir því sem hinum skalanum. Það eru hraðvirkustu vefirnar á Íslandi. Sumir eru frábærir. Það ég er búinn að klóra mér á hausnum alveg 4 sinnum yfir í hvernig Veðurstofan fær að koma með vefþjóna sem eru með þennan svartíma 0,004 sekundur. Er einhver sem finnst það gott?
Já, mér finnst það awesome. Ég var líka mjög glaður því ég sá að heimasíðan mín, hún ratar hérna. Það var ekki viljandi en hún er líka bæði lítil og ómerkileg og statísk og hún er líka nálægt eftirlitsvélunum, þannig að það kannski kemur ekkert á óvart að hún komið þarna fram. Örlítið tæknina sem keyrir þarna undir. Ég sagði það áðan, við vinnum mikið í eftirliti og við höfum verið að þróa mörg kerfi sem að koma að open source eftirliti og eitt af því er sem sagt open source vefkerfi sem heitir Adagios og það er það kerfi sem að þessi heimasíða keyrir ofan á og það var meira að segja tilfellið það þegar Íslandsvaktin byrjaði þá átti þetta bara að vera svona pröfugögn fyrir business intelligence module en já, rísa athyglisbrestur og 3 mánuðum seinna þá vorum við konur í allt annað. Þetta er það sem við keyrum ofan á. Við erum að keyra 2 setup, eitt er svona að monitora svona allra stærsta á Íslandi og síðan er annað svona hlíðartestingur þar sem við erum að reyna að fylgjast bara með öllu sem er á Íslandi. Þannig að ef þeir ekki heimasíður þá er örugglega fengið heimsókn frá því kerfi en það er ekki komið í fullan rekstur ennþá. Við keyrum allt inn í monitorkerfi sem heitir Nagios og notum það sem til að schedulera fyrir okkur. Check. Við erum reyndar að fara að skipta mögulega yfir í annað kerfi sem heitir Nimon, það er svona sjálfsagt framhald af Nagios. Gögn tökum við mjög mikið inn í gegnum Graphite. Nú veit ég ekki hvort einhverjum noti Graphite. Hverjir hafa notað Graphite? Ok. Tölur fleiri held ég vantum vona á. Mér finnst það klikkað. Verkefnið sjálft, hugbúnaðurinn er open source og þetta er það sem við köllum community effort. Það er að segja, ég kannski startaði þessu en það eru fjölmargir aðrir sem hafa komið að þessu og við vissulega stöndum á herðunum á miklu betri forriturum heldur en mér. Hefur einhver gert þessa tengingu áður að hugsa píramídinu Giza sem community effort? Vákar voru mikið community effort. En ástæðan fyrir að setja þetta upp er að við ég hvet alla til að koma og hjálpa hvort sem maður er með góðar hugmyndir eða þið hafið leið til að vinna úr gögnunum sem að safna sérstaklega ef það er liggið á gögnum sem við viljum koma frá okkur. Við elskum allt sem er töluleg rauntímagögn. Ég set upp slóðirnar okkar. Við erum á GitHub undir /pali/monitor Iceland og síðan er slóðin á verkefnið sem er iceland.adagios.org. Það er held ég bil allt og sumt sem ég ætla að segja nema já, við erum komin með Android app og það var þannig að fyrir svona 2 eða 3 vikum þá var einhver strákur í Suður Ameríku sem að sendi tölvupóst og sagði bara herðu, þetta vaktandi, þetta er geðveikt, ég er búinn að búa til Android app og það heitir Iceland status í stórinu, getið sóta og ég bara eitthvað, wow, geðveikt þetta er ógeðslega ljótt app en einhver bjóð það til en það er enginn búinn að búa til iPhone app en þeir bara sjálfselskir sem að nota iPhone. Ég er búinn að segja allt sem ég ætlaði að segja. Þannig að ég hef tíma fyrir spurningar. Einhverju vill spyrja einhverju? Já? Þetta er ekki tilraun til þess að ná heildarfjölda yfir bíla en Vegagerðin þeir eru með skynjara kannski svona 20 skynjara yfir Íslandssvæðið og við verum að mæla það sem er að fara þar í gegn. Helmingurinn af þeim er inn í Reykjavík held ég og hinn helmingurinn alls staðar í kring og þegar kemur að vöktunargildinu þá erum við svona að fylgjast með hvar eru alls staðar en við horfum bara á heildartöluna og við sjáum ok, umferð er stopp hér eða umferðin er allt og há sem hefur ekki komið til ennþá. Fleiri spurningar? Ég tek allavega eina viðbót. Yes?
E, Yfirleitt eru það algjörar geðþótta ákvarðanir og en stundum kemur nú fyrir eins og það kemur að því að mæla svifryksmengun eða geislunarmörk, að þá eru til svona alþjóðleg guidelines hvað eru hættumörk og hvað ekki, og þá notast við þau. Þegar kemur að flugvélum til dæmis, þá bara við ákveðum bara 0 flugvélar eru ekki í lagi, 1 flugvél er í lagi. All right. Langflestir, öll gögn sem við notum eru opin og þau eru fyrir alla til þess að nota. Við erum bara að sækja þau og formbreyta þeim. Það væru aðalar, við værum alveg til í að sjá meira og við værum líka til í að sjá kannski auðveldra aðgengi að gögnum. Það er sem dæmi geislunargögn sem að koma í einhverju 30 ára gömlu EUR-DEP formati sem að tók alveg 4 vikur að smíða parsir fyrir. Það er ekkert gaman að vinna í því og stundum erum við að króla á henni myndir á heimasíðum til að komast í gögnin sem við þurfum að komast í. Við værum rosalega mikið til í að sérstaklega ríkisstofnanir að þær væru opnari og okkur langar að þrýsta á það, en þar sem við lent í enn sem komið hefur enginn sagt nei við okkur að þið megi ekki fá sér gögn og við erum mjög ánægðir með það. Er það ekki bara komin? Ekki eitthvað? Segir bara takk.